Býta aðeins, ég tala um eftir. Já, hvernig var bara þessi sigur bara fyrir sálina, nærandi, ja? Já, mjög. Það var orðið frekar þreytt. Þannig að bara eins og kannski sást þegar leikurinn kláraði smá tilfinningar bara sem brutist út. Nákvæmlega, þú var óþarflega mikið að tapleikjum í röð. Já, og bara svona, bara ólíkir sjálfum okkur í einhverju leikjum en svo bara líka að spila vel og tapa, þannig að Þarna náttúrulega mætti KR aftur á föstudaginn. Hvað gerðu þið öðruvísi í þessum leik heldur en í þeim leik? Mér fannst þið bara meira solid varnarlega einhvern veginn. Eins og til dæmis þegar þeir voru í kringum teginn okkar, þá bara leið okkur betur. Já, meðan það svona stóra. Annars bara svipað. Þannig að kærkomið þegar lokaflutið kom? Já, mjög. Ég held að röddin verði svolítið lélega á morgun eftir það. Í seinni hálfleiknum KR kannski mikið með bolta fyrir utan teginn hjá okkur en voru ekkert að skapa sér það mikið að færa? Nei, við gerum það eitthvað sem er vantað hjá okkur bara allt tímabilið er að þegar liðin eru þarna þá eru þau svolítið lausir inn í teg. Þannig að já, mér fannst það stór skref í dag. Það er mikið búið að tala um ykkur og stöðu þjálfarans og allt annað, er ekki bara svona þung byrði farin af öxlunum á okkur? Jú, allavega núna, en þetta er bara einn leikur, þannig að við erum ennþá þurfum að vinna næsta sunnudag í deildinni. En þetta er heldur betur, tækifæri til að gefa ykkur byr undir báða vangi? Já, klálega, bara byggja ofan á þetta og vonandi gefa okkur smá sjálfstraust í framhaldinu. Þetta er svona, vantaði bara sjálfstraustið í síðustu leikinn? Já, er bara svona eðlilega þegar hlutin eru ekki að falla með þér, þá kannski fer að efast smá, en ekki lengur. Við erum með alvöru markaskórara í eitthvað rauðum náttúrulega með Emil Atlason sem setur 2 í dag. Já, bara geggja fyrir hann að skora sér 2 og svo erum við líka með annan geggjaðan markaskórara sem kemur inn á, Andri Rúnar, þannig að bara mjög gott úrval að mönnum fram á við, sko. Það eru margir sem bara stigu upp í liðinu í dag? Já, klálega, við vorum með alltaf mikil meiðsli, gauðra sem kom inn á eins og Bjarki Hauks frábær, Haukur líka, bara þessi gauðra er ekki búin að spila mjög mikið en standa sér mjög vel í dag.